Hingað komin Erla Magnúsdóttir, sælvert þú. Þú ert dósent í líftækni. Í líffærafræði og lífeindafræði. Og lífeindafræði, já. Við ætlum að tala CRISPR og þetta ótrúlega merkilegt fyrirbæri CRISPR. Já, og þetta stór bylting í erfðatækni, stór bylting í læknavísindum og eiginlega bara stórt efni sem við þurfum að hugsa mjög djúpt. Algjörlega. Því þetta svo mikið. Ég var að hlusta á alveg rosalega skemmtilegt podcast þetta. Amerískt podcast og þar sem var talað að vísindamenn væru svo spenntir fyrir þessu, það væri til þess að nota þetta til að breyta litlum hund í stóran hund. Já, það er kannski ekki alveg svo einfalt, en þetta ótrúlega öflug tækni og hún kannski aðallega út af því að hún svo rosalega skilvirk og nákvæm að hún sprettur ekki upp á tómarúmi. Við erum búin að vera að erfðabreyta spendýrum alveg í áratugi. En núna það allt í einu orðið svo skilvirkt og það fullt af hlutum sem orðnir miklu auðveldari en þeir voru áður. En hins vegar þá má ekki gleyma því að við þekkjum erfðamengi lífvera ekki nógu vel til að við getum bara hannað þær sér svona. En hvað CRISPR? Já, CRISPR það var upphaflega uppgötvaðist af því að það voru vísindamenn sem voru að rannsaka hvernig bakteríur verjast veirusýkingu. Og þannig að menn uppgötvuðu það að það ákveðin sameindaskæri sem að bakterían notar til þess að klippa erfðaefni vírusana niður til þess að drepa þá, til þess að verjast sýkingum. Og svo voru vísindamenn sem uppgötvuðu það að það væri hægt að nota erfðaverkfræðilegar aðferðir og endurhanna þetta bakteríukerfi til þess að láta þessi sameindaskæri klippa hvar sem í erfðamenginu og þar af leiðandi breyta genavirkni. Clustered regularly interspaced short palindromic repeats. Nákvæmlega, það frekar stórt og þungt nafn og segir raun og veru ekkert ofboðslega mikið þannig að og jafnvel þó myndi þýða yfir á íslensku að það væri ekkert skiljanlegra en þetta nafn vísar til ákveðna raða í bakteríuerfðamenginu sem eru nýttar til þess að verjast vírusum. En svo prótein sem heitir Cas9 sem vinnuhesturinn og vinnur með. Og ber þetta á milli? Já, ber þetta á milli. Þannig að það sem við gerum að við hönnum RNA-sameindir sem að þekkja ákveðinn stað í erfðamenginu og bindst við skærin, Cas9 sem eru skærin og það klippir. Og svo þegar það er búið að klippa erfðamengi í frumu að þá taka við viðgerðarmekanismar frumur eru að gera við alveg stöðugt erfðaefni. Við erum alltaf að stökkbreyta erfðaefninu og það eru mjög nákvæmir mekanismar í frumunum til þess að gera við það og við erum að nýta okkur það að frumurnar gera svo við og þá getum við sagt frumunum hvernig það eiga að gera við þannig við getum breytt og rosalega nákvæman hátt. Þetta getur verið algjör bylting í læknisfræði? Já, svo sannarlega af því að það hægt að samhliða nefnilega þessum breytingum þá orðið gjörbylting í stofnfrumurannsóknum og þekking okkur á stofnfrumum. Þannig að við bindum vonir við að það verði hægt að nota stofnfrumur, til dæmis hægt að taka frumur úr einstaklingi í dag og breyta þeim í stofnfrumur og þá var hægt að erfðabreyta stofnfrumunum og jafnvel breyta hann tilbaka að taka húðfrumu erfðabreytinni og breyta henni svo kannski í vöðvafrumu en þetta allt saman pælingar í það. En þetta, við erum að tala hugsanlega eitthvað sem hægt að nota gegn krabbameini. Við erum að tala erfðasjúkdóma eins og til þess Duchenne vöðvarýrnun eða MS og svo framvegis. Já, þú veist, ég myndi segja erfðasjúkdómanir, það eitthvað sem maður aðeins meira hikandi við. En til dæmis eins og menn hafa látið sér menn eru að skoða að mann geti notað þetta til þess að drepa HIV-veiruna í blóðfrumum en líka bara að skemma viðtakan sem HIV notast til að komast inn í frumurnar og þannig lækna alnæmi. Hugmyndaflugið takmarkandi fyrir það en ekki sjálf tæknin fyrir hvað hægt að gera í raun og veru en við erum samt við tölum alltaf sem vísindamenn að þetta sé svo rosalega skilvirkt og nákvæmt og ódýrt en það þá alltaf miðað við fyrri tæknir
og það er aldrei ódýrt að taka fósturvísu og breytunum og það þarf alltaf heilt heimi af vísindamönnum og tæknifólki og svo framvegis sko. Þannig að þetta gjörbylting miðað við hvað var hægt að gera áður. En þetta að gerast mjög hratt. Jú, algjörlega. Þetta nýtt og þetta að gerast óbúðlega hratt. Já, algjörlega og það voru til dæmis núna kínverski vísindamenn sem að erfðabreyttu mennskum fósturvísum. Þannig að og þá náttúrulega bara þarf aðeins að taka smá pásu og spóla tilbaka og spá í svona á hvaða leið við erum en það má heldur ekki gleyma því að það eru vísindasiðanefndir alls staðar í heiminum og þú gerir aldrei svona tilraunir í leyfisleysi vísindamenn setja sko mannorð sitt í spil við tilraunir sem þeir gera og menn halda ekkert áfram í blindni heldur þarf að sækja leyfi til að gera ákveðna hluti. Við erum samt með sko, þetta er ofsalega mikið að gerast í þessu í Kína og ég veit ekki kannski með siðanefndirnar alls staðar þar. Við erum að tala sko tækni þess sem eru hægt að nota til að búa til hærri manneskjur, til að búa til gáðari manneskjur, til að búa til manneskjur sem eru með annan auglit. Það er hægt að hanna manneskjur. Í raun og veru og það er ekkert langt undan í þessu. Já, ég myndi segja að það að geta hannað mannesku er töluvert langt undan að því við bara hreinlega skiljum ekki erfðamengi nógu vel og ef þú til dæmis erfðabreytir ykkur geni og þú ætlar að hækka greindarvísitölu hjá mannesku að því öll genin í líkamanum á okkur hafa svo mörg hlutverk þá getur verið að skemma eitthvað annað í leiðinni. Þannig að það þarf að fara alveg ofboðslega varlega í einhvern veginn þannig tilraunir en það sem að menn gera í dag eins og það líka vísindamenn í Bretlandi sem hafa fengið leyfi til þess að erfðabreyta mennskum fósturvísum og þá erum við að tala fósturvísa sem hafa orðið afgangs við tæknifrjóvgun sem á að farga og þá eru þeir erfðabreyttir í rannsóknarskyni til þess að rannsaka ófrjósemi og hvað svona fósturvísar deyja flestir bara langt áður en að þeir hreiðra sig inn í leg og svo framvegis. Þannig að það er verið að erfðabreyta fósturvísum vissulega en í rannsóknarskyni og það er mjög stórt stökk þaðan og ætla svo að fara að kynbæta fólk. En sko Jennifer Doudna sem er sko, kynbæta fólk. Jennifer Doudna sem er einn af höfundum þessara tækni og hún kallar eftir stöðvun, moratórium á rannsóknum á mennskum fósturvísum. Já, hún fer alveg ofboðslega varlega og á mörgu leyti þá skilur maður hún uppgötaði þessa aðferð og allt í einu sér hún hana springa út og allan æsingin í kringum hana og þannig að maður skilur það alveg að henni finnst hún hafa svona opnað eitthvað Pandoru box. Ég er ekki alveg sammálinni, ég myndi ekki segja að við ættum að stöðva rannsóknir á mennskum fósturvísum en náttúrulega gera þá í mjög þéttu siðferðislegu umhverfi og reglu umhverfi og til dæmis á Íslandi að þá myndi ekki mega að gera þetta, þá myndi þurfa að breyta lögum svo að þetta væri hægt. Þannig að þetta er ekki eins og þetta sé heldur að gerast í tómarúmi. Og reyndar UNESCO hefur líka talað um þetta að banna þessa ritstjórn á erfðaefninu. Sko, en svo er náttúrulega samtök vísindamanna í Bandaríkjunum sem að gáfu út risastóra skýrslu fyrir stuttu síðan þar sem að þeir segja sko að það eigi að fara varlega en að menn vilja ekki banna hluti og ástæðan fyrir að menn vilja ekki banna hluti er að við viljum ekki loka á dyr. Við viljum ekki loka á að sé hægt að hjálpa fólki, að við viljum ekki loka á það góða sem að tækni getur lyft að sér en það er sama, ég meina þú getur skadað fólk með rafmagni en sem betur fyrir ákvaðið við ekki á einhverjum tíma við myndum ekki þróa rafmagnstækni áfram. Við erum með annars vegar tækni sem getur hjálpað okkur að lækna sjúkdóma, hræðilega sjúkdóma, náttúrulega stórkostlegt, en við erum líka með tækni sem er hægt að misnota hugsanlega illilega. Já, en sko, vissulega væri það hægt, við gætum það ekki í dag og í dag 20 ár fram í tíma, þetta er gert svo hratt. Já, 20 ár fram í tíma, þá er kannski einhverja líkur á því að CRISPR sé orðið það nákvæmt að myndi treysta okkur til að erfðabreyta mennskum fósturvísi og vera vissum að hann sé ekki með erfðagalla sem mynduðist í leiðinni. Við getum það ekki í dag og við raun og veru vitum ekki alveg hvort að við komumst eitthvað til hann þangað. Það er hægt að erfðabreyta músum og öpum af því að við vegum áhættuna öðruvísi þegar við erum að erfðabreyta tilraunadýrum að þá vitum við að það getur orðið mistök en þeir ekki við lítum ekki svona þungt á þau eins og þegar við erfðabreytum mannfólki. En svo er náttúrulega sko, í þessu frábæra podcasti sem ég hlustað á, það er til dæmis sem er í bandarískum vísindaþætti, þar er talað um sko genadrif líka og það er mjög spennandi sko, en þar var til dæmis talað um dæmi að það væri hugsanlegt að nota það til þess að
útrýma malaríusmiti úr moskítóflugum. Nákvæmlega. En svo gæti það verið jákvætt, en síðan gæti verið einhverjar hliðarverkanir af því sem væru alveg skemmtilegar. Sko, já, og þetta er eitt af því sem menn að horfa til, að það verði hægt að búa til úr CRISPR genadrif sem að dreifi sér hraðar inn í populásjónir af dýrum þannig að það taki yfir, og menn að horfa til þess að verða hægt að drepa moskítóflugur með því að setja svona genadrif inn í þær. Þetta breyðast frá milli kynslóða. Já, mjög hratt, miklu hraðar heldur en gerist bara með venjulegum erfðum. Og þetta er heldur ekki alveg tómarúmi, það eru fyrirtæki og góðgerðarstofnanir sem eru til dæmis í Suður-Ameríku í dag með erfðabreyttar moskítóflugur og þau hafa náð stórkostlegum árangri í að drepa moskítóflugur til þess að koma í veg fyrir dengifífur í Suður-Ameríku. Þannig að menn eru á því nú þegar. Og svo hins vegar að þá bara fyrir 2 mánuði síðan að þá voru birtar greinar sem að sýndu fram á það að þetta er ekki svona einfalt og að það kemur ofboðslega hratt upp þol gegn CRISPR í moskítóflugum, þannig að það dettur niður genadrifið var sloknar á því. Þessi virkni erfist ekki svo ört milli kynslóða. Já, af því að CRISPR við segjum að það sé rosalega nákvæmt, en það er ekki 100% nákvæmt og það skemmir sjálft sig. Og svo líka verður náttúruval þannig að stofnar einangrast og hætta að geta maka sig við aðra stofna því að frumur á moskítóflugunum það þróa með sér svona eitthvað þol sem að náttúrulega erfist miklu hraðar af því þá lifa þær betur af heldur en hinnar. Þannig að þetta er ekki, menn eru að tala eins og þetta sé bara vísindaskálsaga sem er að gerast núna, en það er ekki það einfalt og það er svo margar svona hindranir í veginum að það er ekki víst að þetta verði nokkuð tímann að veruleika. En það þarf að ræða siðferðishliðarnar á þessu. Vissulega. Og þær eru helstar, hvað myndur segja séu helstu siðferðishliðarnar? Já, helstu siðferðishliðarnar eru náttúrulega þetta með mennska fósturvísa og hvernig við ætlum að höndla það, hvernig ætlum við að leyfa erfðabreytingar í tilraunaskyni til þess að rannsaka til dæmis ófrjósemi eða fyrstu vikur fósturþroska til þess að skilja betur hvernig manneskjan virkar, ætlum við að leyfa það eða ekki, og ætlum við að leyfa erfðabreytingar til að leiðrétta erfðasjúkdóma í fósturvísum. Það er svona stærsta siðferðisspurningin, og svo náttúrulega líka með genadrifin, ætlum við að sleppa erfðabreyttum lífverum út í náttúruna eða ekki. En þetta eru svona 2 stærstu málin sem þarf að ræða. Þetta er ótrúlega heillandi. Þetta podcast sem ég var að hlusta á er bandarískt, það er alveg frábært, ég man nú ekki slóðun og ég held ég bara fyrir að setja það einhvern veginn á netið á eftir. Nákvæmlega. Góður hugveikjandi þáttur, kannski pínlítið meiri sensasögulegu lesni, en þú ert með. Já, og það eru alveg fleiri vísindamenn sem hafa hlustað á nákvæmlega þetta podcast, sammála mér að það hafi gert svolítið mikið úr hættunni án þess að tala að hún er kannski ekki svona ógnandi og akkurát núna og svo framvegis, að hlutirnir, þó þessi vísindamenn hafi fengið alveg frábærar stórar hugmyndir, að þá lífverurnar er ekki alveg svona einfaldar að sé hægt bara á einfaldan hátt út í bílskúr að bara tvíka þær einhvern veginn, Þannig að þetta er... En þessum tala við þessi ódýr tækni, Já, hún er ódýr miðað við fyrri tækni og við þurfum alltaf að vera að spá í, hvernig, við hvað við erum að miða. En það er alltaf dýrt að erfðabreyta fósturvísum, það er alltaf dýrt að erfðabreyta moskítóflugum, en erfðabreytingin sjálf er tiltölulega. En svona fólk eins og ég er alveg úrelt eftir 100 ár. Annars fólk mannkyn. Nei, ég hugsa það ekki. Heyrðu, takk fyrir að koma í Kærar þakkir. Við erum búin í dag, verðum hérna að viku liðin í. Takk fyrir að horfa.